daginn, og velkomin á fyrirlesturinn í röð félags fornleifafræðinga og námsbrautar í fornleifafræði Háskóla Íslands og Þjóðminjasafnsins nýjar rannsóknir í íslenskri fornleifafræði. Og í dag það Hildur Gestsdóttir sem spyr hvort við séum þar sem við orðum og það segja okkur frá ísótópa rannsóknum á Ingiríðarstöðum. Takk fyrir. Takk fyrir að koma að hlusta á mig. Til að byrja að segja að ég nánast ófær að standa kjur, þannig ef ég komið mjög langt frá því hægt að heyri mér, þá bara kallið þið. Það sem ég ætlaði að segja ykkur frá í dag eru rannsóknir sem við erum búin að vinna síðasta ári á mannabeinum og dýrabeinum úr Kumlategnum og Ingiríðarstöðum. Og þó ég sé einskrifuð fyrir þessu hér, þá þetta fullt af fólki sem hefur komið að þessum rannsóknum, Howard Roberts, Kerry Sale við SUERC háskóla, Seth Brewington og Rúnar Leifsson. Þannig að ég held að nöfn þeirra alltaf komið fram hérna í lokin, en ég ætla samt ekki að eigna mér allt hér, þó að ég veit allar vitleysur sem koma fram. Ef við byrjum á að staðsetja okkur, svona, og þá eru Ingiríðarstaðir eru í Þegjandadal sem Eyðidalur suður af Aðaldal, suður Þingeyjarsýslu, og hann dalurinn leggst í Eyði á 15. öld, en þar eru að finna alveg frábærar minjar, að minnsta kosti 5 bíla, og þetta hérna eru Ingiríðarstaðir, sjáu hérna túngarðurinn, bæjarhóllinn hér einhvers staðar, ég sé þetta nú ekki almennilega sjálf hérna, einhvers staðar hér í Kirkjugarður, og Kumlateigurinn hann hérna rétt ofan við túngarðinn. Og hann var grafinn upp á árunum 2008 til 2015 undir stjórn Howard Roberts, og þar voru grafin fram 9 kuml, auk ýmissa annarra mannvirkja, þar með talið þetta gerði hérna, ýmsar gryfjur. Af þessum 9 kumlum eru, nú þarf ég bara að telja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tvöföld kuml, þar sem eru í einu kumlu eru 2 grafir, og þau virðast öll vera manns- og hestsgröf saman. Ég geti talað mjög lengi Kumlateiginn, en ég ætla ekki að gera það, því það sem við ætlum að fókusa á hér eru beinin sem fundust. Öllum kumlunum hefði verið raskað einhvern tímann í fendinni, þannig að það voru í raun, ég segi öllum, það lygi, öllum nema einu, sem þýðir að það var búið að hreyfa við öllum beinunum, og þau eru mjög illa varðveitt, og þá sérstaklega mannabeinin. Mannabeinin er mun verr varðveitt en dýrabeinin. Þannig ef þið skoðið töfluna hérna, þá sjáið þið að af mannabeinunum þá kyn í flestum tilvikum ógreinanlegt og ekki hægt að greina lífaldur umfram bara þetta séu fullvaxnir einstaklingar. Það voru 2 tilfelli þar sem við gátum greint kyn. Það var líklegur karlmaður í kumli 1 og kona í kumli 5. Og svo eina ósnertagröfin hérna kuml 3 og þar var nýburi. Aldurinn, við getum séð að í kumli 6 er ungur en fullorðinn einstaklingur, en þar fyrir utan þá getum við lítið sagt hinar grafirnar nema bara þar eru grafnir fullvaxnir einstaklingar, nema í kumli 2 þar eru að minnsta kosti 2. Í kumli 4 fundust engin mannabein, en bendir þó til þess að þar hafi verið maður og hestur. Í hins vegar öllum nyrðri gröfunum, þar fundust hestsbein, og í kumli 2 voru 2 hestar. Hér rétt var það sem bara leit út eins og gröf í kristnum kirkjugarði, lá austur-vestur, og nákvæmlega í laginu eins og gröf, en í því var 1 bein sem var ekki hægt að greina umfram að það væri úr spendýri. Og svo hérna í gerðinu var stórgrefja sem var ýmislegt skemmtilegt í, og þau verður bara að láta ykkur hlakka til, því ég ætla að segja ykkur frá því hérna bara á eftir.
ef við ætlum að tala ísótópa rannsóknir þá þurfum við kannski að fá að vita hvað ísótópar eru. Ég ætla ekki að fara að sökkva með neitt rosalega djúpt ofan í það. En sem sagt ísótópar eða samsætur eru sem sagt bara ólíkar gerðir sama frumefnis þar sem fjöldi róteinda svo sami en fjöldi nifteinda mismunandi og því massatalan ólík. Lítla talan sem kemur við hliðina. Og sem sagt öll frumefni eiga sér sem sagt einhverjar ísótópa eða samsætur sem náttúrulegar sem eru bara í umhverfinu. Og það sem við erum að nýta eru sem sagt þessar samsætur sem finnast annars vegar í bergi eða jarðvegi, í loftinu eða vatni og oftast þetta eitthvað tengt sem kemst inn í líkama okkar eða þessara skepna sem við erum að skoða oftast í gegnum mataræðið. Hens þú ert það sem þú borðar. Þær ísótóparannsóknir sem við höfum verið að gera hér á Indriðastöðum snúa að þessum þremur þáttum. Það eru semst upprunarannsóknir, rannsóknir á mataræði og svo aldursgreining. Og þá erum semst að nota bæði þá stöðugar, samsætur sem breytast ekki og óstöðugar, samsætur sem eru geislavirkar og eru þá með einhvers konar helmingunar tíma. Það hefur töluvert verið gert á svona rannsóknum á Íslandi, þannig að við erum með alveg svona ágætt samanburðarefni til að setja þetta í samhengi við það, því að hérna maður þarf svona einhvern veginn að hafa stærra samhengi til að skilja sérstaklega þegar maður er að vinna með í rauninni tiltölulega lítið beinasafn eins og Indriðastöðum. Þannig að svona vonin hjá okkur var að því við gátum nú lítið sagt þessi bein út frá stórsæðum rannsóknum var að svona auka aðeins þekking okkar og skilning á staðnum og hverju voru að nota hann og hvernig. Ef við byrjum á upprunarannsóknunum að þá höfum við verið að nota sem sagt strontium ísótópa og sem sagt það eru þá sem sagt strontium 87 og strontium 86 sem sagt annars vegar geislavirkt og hins vegar stöðugar samsætur strontium og það sem við erum að horfa á það bara hlutfallið á milli þessara tveggja samsætna. Og það sem þetta í rauninni að segja okkur í grunninn aldur bergs á þeim stöðum þar sem að skoða samsæturnar. Þannig að strontiumsamsæturnar sem sagt finnast í berginu, komast inn í okkur í gegnum fæðuna, sem sagt gegnum upptöku af plöntum og þeim líkt. Og svo borðar einhver plönturnar og við borðum eitthvað sem borðar plönturnar. Og sem sagt af því að hérna strontium segir til aldur bergs að þá hentast líka rannsóknir mjög vel hér því við erum þetta með mjög ungt berg þannig að mestallt berg hér eru svona basísk og ísúrhraun og svona setlög gos sem eru sem sagt með mjög lágt hlutfall af strontium þannig að þetta alltaf sem sagt 0,703 svona hlutfallið sem maður sér í þessu unga bergi á meðan upprunastaðirnir svona líklegustu eru að mestu leyti mun eldra bergi þannig að þar ætti hlutföllin að vera mun hærri. Þessar tölur sem eru sýndar hér eru ekki bergið á þessum stöðum heldur niðurstöður sem hafa fengist úr greiningum á beinum. Þannig til dæmis Grænland mjög ungt berg en hérna erum við með eitt sem líklegast fæddur á Íslandi. En það algjörlega utan við þetta verkefni. Bara kannu að segja frá. Svo höfum við það að sem sagt strontiumhlutfall í sjónum á heimsvísu nokkuð jafnt og þá að tala svona 0,709 cirka bát. Þannig að í náttúrulegu umhverfi á Íslandi þá þetta sem sagt bilið þar sem þeir sem eru fæddir á Íslandi geta sýnt í sínum strontiumhlutföllum. 0,703 til 0,709 ef þú ert utan við það þá fæddistu ekki á Íslandi. Það sem við erum svo að nota, við þurfum að nota þessar beinagrindur og við getum tekið sem sagt annars vegar sýni úr tannglerungi og að því að tannglerungur myndast bara þannig fyrstu árum ævinnar og endurnýjast ekki, að þá í rauninni læsist inn í tannglerunginum svona meðaltal af því hlutfalli sem var í fæðunni á þeim stað þar sem þú ólst upp. Þannig að hérna, eftir að tennurnar hafa fullmyndast þá breytist hlutfallið í tönnunum ekki neitt.
Það líka hægt að taka sýni úr beinum í allar ísótóparannsóknir og það við það sem við erum að tala hérna aðrar rannsóknir. Og bein þau halda áfram að endurnýjast alla ævi. Þannig að eftir því hvaða bein þú tekur sýnin úr þá ertu að horfa með sýni úr beinum á kannski svona síðustu 10 ár ævinnar. Eftir hvað þú ert gamall og hvaða bein það Það sem við gerðum í þessari rannsókn var að taka sýni úr tannglerungi í öllum gröfum þar sem að tannglerungur fannst. Fyrir utan reyndar þennan nýbura, sem gerðum ráð fyrir að hann væri fæddur á Íslandi. Það gott að taka alltaf úr sömu tönn til þess að vera alltaf með að horfa á sama tímabil, en út af varðveislu þá höfðum við lítið það að velja. Þannig að hér sjáum við þær tennur, þetta eru kumlin sem við gátum tekið úr, og þær tennur sem við tókum sýnin úr, og hérna í rauninni sá aldur sem þær tennur eru að myndast. Þannig að við erum í öllum tilvikum að horfa á kannski svona meðaltalið af fyrstu 8 árum ævinnar. Hérna eru niðurstöðurnar. Nei. Þetta voru reyndar niðurstöðurnar, en við ætlum að horfa á þær svona frekar. Og það sem þetta sýnir í rauninni allar þær greiningar og strontium sem hafa verið gerðar á íslenskum kumlum. Og þeim bara raðað hérna frá lægstu hlutföllunum í þá hæstu. Rauðu súlurnar eru yngriðastaðir og bláu eru bara öll önnur kuml sem hafa verið greind. Og það í sem sagt öðrum rannsóknum sem að vísa í hér. Brúna línan bergið og dökkbláa línan hérna er sjórinn. Þannig í rauninni allir sem að mælast hérna utan við sjóinn, þeir fæddust pottþétt ekki á Íslandi. Ef við skoðum hérna yngriðastaði, þá þessir 2 einstaklingar sem eru hér, þeir eru með það lág hlutfall að það alveg pottþétt að þeir fæddust á Íslandi. Það engin spurning. Sjórinn alltaf vandamál í þessu. 0,709 hataðasta talan í strontiumgreiningum af því að hún segir mann í rauninni ekki neitt, af því að því meiri sjávarfang sem þú ert með því nær sjónum dregstu. Þessir sitja allir í svona 7,08, allir á mjög svipuðu róli og sem sagt undir sjónum, en maður þannig svona aðeins svona horfi í kringum sig áður en maður hérna ákveður að þeir séu pottþétt fæddir á Íslandi. Og ef maður horfir til Evrópu og svona líklegustu upprunalandana, og það hafa verið gerðar mjög miklar svona rannsóknir annars staðar, að þá í rauninni rosalega fáir staðir þar sem þeir gætu hafa fæðst. Svona ef við horfum á þetta svona draugum nokkurn veginn þennan hring, sem bara ég að krassa, þá í rauninni svona norðaustur Írland eini mögulegi staðurinn. Ef við förum sunnar og austar þá bætast í staðir, það ekki hægt að útiloka svona suðausturhorn Englands, suður Bæjarland, en það í rauninni ekkert svona margir staðir sem þessir einstaklingar geta átt uppruna sinn. Ef við setjum það bara pínlítið í samhengi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar, eins og ég segi það mjög mikið búið að skoða þetta, að við erum með nokkra staði, sérstaklega hérna Sílastaði og Dalvík í Eyjafirði, þess við erum með sem sagt annars vegar 4 og hins vegar 8 sem við tekið sýn úr, og Sílastöðurum eru allir fæddir utan Íslands og 6 af þessum 8 pottþétt á Dalvík. Og það sem við sjáum á stöðum, það sem eru svona margir, að sem sagt dreifingin svo mikil. Þessir einstaklingar sem eru allir greftir á sama stað, þeir fæðast einhvers staðar í útlöndum, en greinilega ekki allir á sama stað. Þannig að það munstrið það sem við sjáum, þar sem fólk að fæðast, flestir fæðast annars staðar á Íslandi, þá að safnast saman fólk fætt sem fæðist á mismunandi stöðum. Þannig að staðalfrávikið er svona töluvert hátt miðað við strontiumgreiningar. Ef við horfum hins vegar á staðinn svo Vatnsdal í Patreksfirði, þar eru allir greinlega borða mikið sjávarfang og allir eins, að við sjáum að í rauninni það allir svo líkir, að þetta fólk líklegast sem sagt elst upp á sama stað. Þannig að það kannski svona styður það að þetta séu öllum líkindum Íslandingar. Þannig að það var svo sem niðurstaðan, 2 alveg pottþétt fæddir á Íslandi, 3 öllum líkindum fæddir á Íslandi, þó að sé ekki hægt að útiloka þarna einhverja nokkra, sérstaklega þá norðaustur Írland.
ef við stökkum svo í næstu greininga, þá það sem sagt greiningar á hérna mataræði. Og þá erum við að skoða sem sagt ísótópa, stöðu og ísótópa sem sagt kolefnis, köfnunarefnis og brennisteins. Og við ætlum aðeins að fara hérna út í það hvað það sem við erum að horfa á þar. Sem sagt, þegar við erum að skoða köfnunarefni, þá erum við að horfa sem sagt það sem við kalla delta 13, sem sem sagt hlutfall milli C13 og C12. Og það sem við erum að skoða þar í rauninni hlutfall sjávarfæðis. Og það sem þetta byggir á að C13 gildi, sem sagt þá erum við að tala bara prómílgildi í plöntum á norðurhveli jarðar svona mínus 26,5 prómíl. Og vegna þættunar, í rauninni bara þær breytingar sem eiga sér stað í efnunum við upptöku í gegnum mataræði, sem sagt við það að borðana, þá má gera ráð fyrir sem sagt að í grasætum þá hækki gildið 5 prómíl og svo með upptöku á kjötáti, sem því með að borða grasætu, að þá hækkar það aðeins minna, svona 1 prómíl. Þannig að það sem við erum í rauninni að horfa á að í sem sagt kjötætu, að þá býst maður við að sé svona mínus 20 prómíl gildi C13, en að því að sjávarlífverur eru að taka sitt upp úr sjónum en ekki andrúmsloftinu, að þá erum við að horfa á svona mínus 12. Og það það sem við erum að horfa á, sem sagt þeir sem eru nær þessu 20 eru meira að borða landfæði, á meðan þessir hérna eru í sjávarfæðinu. Köfnunarefni, N15, sem þá hlutfall á milli N15 og N14, að sem sagt, það sem við erum að nýta þar að ólíkt kolefni, þá sem sagt hækka N15 gildi töluvert á milli sem sagt næringar eða sem sagt fæðu og það sem neytir. Þannig að það sem mælingar á N15 gefa manni rauninni bara að segja hvar þú ert í fæðukeðjunni. Þannig að plöntur sem vaxa á landi og binda köfnunarefni, þá erum við að horfa á svona mínus 2 til 2 prómíl og aðeins hærri í plöntum í sjó, þar erum við að tala um svona 5 prómíl. Og sem sagt þannig að þeir sem að borða plöntu, og þeir eru að hækka þetta svona 3-6, þeir sem borða plöntu, svo kolli. Þannig að því ofar sem þú ert í fæðukeðjunni, því hærri eru gildin. Og hér, sem sagt fæðukeðjur í sjó, sérstaklega hér en í rauninni allstaðar, eru töluvert lengri heldur en á landi. Þannig að þú ert með plöntur í sjó, svo ertu með lífverur sem borða þær plöntur, lífverur sem borða þær lífverur og svo kolli. Þannig að til dæmis selir eru nánast eins hægt og þú kemst í fæðukeðjunni. Svona þetta leyti, eða sá sem borðar sel, eða sá sem borðar þann sem borðar sel. Við ætlum að fara það. Það var eins með þetta, þá tókum við eins mikið í rauninni sýni úr öllum sem við gátum, allstaðar þar sem voru bein, og við sem sagt fókusum á að taka stóru beinin, þá erum við að horfa á meðaltali yfir kannski svona síðustu 10 árin. Ef við takjum minni bein, rifbein til dæmis, þau endurnýjast hraðar, þá erum við kannski að horfa á síðustu 5 árin. Þannig að þetta svona meðaltal þar yfir. Og það sem við ætlum að skoða hér að því ég veit að öllum finnst gaman að skoða svona punktareit og svoleiðis, að hérna erum við búin að plotta saman C13 og N15 greiningar. Þannig að basically því nær sem þú þessum enda hérna hér, því hærri hérna, því meiri sjávarfæða yfir í meiri landfæða, og í rauninni því sem þú ferð ofar hérna á listanum, því hærra ertu í fæðukeðjunni. Það sem við erum búin að plotta saman hérna eru nokkrir mismunandi staðir, þannig að hér aftur vísað í þær greinar þar sem aðrar upplýsingar eru úr. Þannig að hérna efst, þessi grænu, þetta eru þessi norrænu menn á Grænlandi. Þannig við sjáum það að þeir eru alveg hérna út í kanti, eru svona mínus 15, 16, alveg mínus 17 kannski, sem því að mjög hátt hlutfall af sjávarfæðu, en þeir eru líka rosalega hátt í fæðukeðjunni. Þetta eru selæturnar á Grænlandi. Við færum okkur hérna niður, þetta Vatnsdalur í Patreksfirði, niður við sjó,
Vestfjörðum. Þarna eru greinilega allir að borða líka mikið sjávarfæði, ekki borða sjó. Og hérna eitt sem alveg pottþétt að borða sel. Þeir eru hérna seladurnar þarna í Vestfjörði. Hérna niðri erum við með grænu punktarnir, hérna eru Hofsstaðir í Mývatnssveit, Skeljastaðir, Þjórsárdal og svo Ingiríðarstaðir sitja hérna og ná hérna Breil og ná Hofsstöðum. Þannig að það kannski kemur ekkert á óvart að þetta snýst bara aðgengi. Hérna erum við með staðir sem eru svona 50 til 80 km frá sjó. Þeir eru að borða minna sjávarfæði. Þessir eru hérna búa við ströndina og eru að borða það. Þannig að fólk er að borða það sem þeir eru aðgengi að. Það er þegar maður fer að sjá eitthvað svona sem að falla utan við. Að þá getur maður, hérna til dæmis þessi hér frá Skeljastöðum, hann flyttar ekkert inn í grúppuna, þessir 3 hérna. Að þá erum við hugsanlega að horfa á einhverja sem eru aðfluttir kannski síðustu 10 ár. Þannig að já, allir þeir sem við greindum á Ingiríðarstöðum benda til þess að þeir eru í rauninni aðalega ekki að neyta mikið sjávarfæðis. Það sem að þetta sýnir okkur ekki hins vegar er ferskvatnsfæði. Ferskvatnsfæði getum við líka skoðað og það gerum við með því að hérna skoða hlutverk, sem sagt þá erum við með brennisteins samsætur. Þá hlutfall á milli S34 og 32S. Og það sem við erum að nýta þar er að sem sagt, gildi brennisteins í sjávarlífverum er svona 17 til 21 prómíl. Sem sagt, gildi í lífverum sem lifa annarkvort á landi eða í ferskvatni, það er meiri munur þar og það sem bara stjórnar þar er jarðfræði þess staðar sem þú ert. En þannig að það sem maður getur gert er að skoða er við að sjá eitthvað mun. Og það hefur verið gerða mikla rannsóknir á þessu í Mývatnssveit, bæði á Hofsstaðabeinum en líka á bara dýrum, bæði úr skepnum, lífverum úr vatninu, lífverum úr sjó, lífverum á landi. Og þar sjáum við að það er töluverður munur. Það sem sagt að þær lífverur sem lifa í vatninu þá eru komin niður í svona -3, niður í 0 prómíl og svo aðeins hærri hérna lífverur á landi. Þannig að það er mjög greinilegu munur á milli þessara 3. Hofsstaðir í Mývatnssveit í rauninni eini staðurinn þar sem að fyrir utan Ingiríðarstaði, þar sem hafa verið gerðar brennisteins rannsóknir. Þannig að hérna erum við búin að plotta saman sem sagt brennistein og köfnunrefni. Og hérna þannig að það sem við erum að horfa hér, að þeir sem eru hérna nær þessum enda, þeir eru í rauninni með hátt hlutfall af ferskvatnsfæði í fæðinni hjá sér. Þannig að allir þessir gaurar hérna, grænir og Hofsstaðir, appelsínugulur og Ingiríðarstaðir, að þetta er fólk sem að borða nánast eingöngu ferskvatnsfæði, sérstaklega þessir hérna. Þannig að það bendir til þess að á Ingiríðarstöðum er í rauninni frekar lágt hlutfall af ferskvatnsfæði í matnum hjá þeim. Þannig að við skoðum þessa hérna, uppruna rannsóknir og mataræðisrannsóknir á Ingiríðarstöðum, þá í rauninni það sem þetta virðist vera að segja okkur að þeir sem eru grafnir í komnategnum á Ingiríðarstöðum eru fæddir á Íslandi, líklegast fæddir á svipuðum slóðum, þannig að hugsanlega eru þetta bara einhverjir sem eru fæddir inn í Þegjandadal og virðast sem sagt svona bara ala beinsing þar. Þannig að við erum að horfa á fólk fætt á Íslandi og búið allavega meiri hluta ævisinnar þá á Ingiríðarstöðum. Sem er kannski ekki droslega kollvörpun á neinu. En hins vegar eru þetta rannsóknir sem held ég, mjög áhugavert að gera meira með til þess að skoða þessa kumlastafi og reyna að skilja hvernig þeir eru notaðir og hverjir eru að nýta þá. Við sjáum til dæmis eins og Sílastaði og Dalvík að það mjög augljóslega fólk að koma úr ýmsum áttum sem endar greftara þarna og það veri mjög áhugavert held ég að gera meira af því að skoða mataræðið, ekki bara til þess að pæla í hvað fólk var að borða, heldur að ef við förum að sjá mikinn mun á mataræðinu hjá fólkinu, að þá bendir það til þess að þetta sé ekki endilega fólk sem að bjóða á sama stað eða bjóða saman, heldur að það sé fólk úr ýmsum áttum. Þannig að já, skoða Dalvík og Sílastaði er borðleggjandi en staði eins og
Disnes og svona það var líka mjög áhugavert að svona beita þessar aðferðafræði til þess að reyna að skilja sem sagt hvernig verið að nota þessa staði. Ég ekkert að velja svona, ég rosa lélega á alla tíma, þannig þetta alltaf rosa fínt. Svo það síðasta sem við gerðum var að nota ísótópagreiningar í aldursgreiningar, í 7-14 greiningar. Og ég ætla ekki að fara að útskýra það fyrir ykkur hér, hvernig það ég bara gerir það fyrir þau kunni það allir. Ef við byrjum að horfa á þessa þarna í bláa kassanum, þá voru það sem sagt menn og hestar úr kumlunum og þær niðurstöður kom ekkert rosalega mikið á óvart. Við erum að horfa á svona 9. öld og fram á fyrri hluta 11. aldar. Þeir svona falla allir þegar svona skarast allir á 10. öld og gripasafnið sem áreindar eftir að rannsaka en Guðrún Alda Gísladóttir svona eitthvað aðeins fann að kíkja það og styður það að þetta svona 10. öldin eins og flest þessi kums. Þannig kannski lítið það að segja. En þá ætlum við að fara aftur hérna í gryfjun okkar. Það er þessi gryfja hér og hérna ég nota alltaf þessa mynd hérna til þess að fylgja henni af því að þar fundum við hérna bein sem við köllum ástúðlega The Cat Lady. Sem sagt í þessari gryfju var ýmislegt spennandi og neðst voru sem sagt 360 dýrabein. Þau eru aftur illa farin og illa varðveitt, þannig að það eru 120 þeirra sem hægt var að greina til tegunda. Og þetta virðist vera miklu leyti sem sagt kálfar, sérstaklega nýbornir kálfar, en þó er eitthvað sauð eða geitfé, sem sagt aðalega frekar ungir fullvaxnir einstaklingar, en þó eitthvað af nýbornum lömbum. Ofan á þetta þarna sem sagt, þetta bara svona botnin á gryfjunni, þannig að við sjáum að það búið að raða þarna skemmtilega einhverjum kjálkum í botnin á gryfjunni. Ofan á þetta var sem sagt búið að setja beinagrind úr ketti. Og aftur það er ekki vel varðveitt beinin, en þau bein sem eru til staðar við Seth sem að gerði svona frumgreininguna þessum eina að öllum líkindum hefur sem sagt annarkvort hræ af ketti eða allavega svona partar af ketti verið lagðið þarna ofan á. Og svo ofan á það var sem sagt grjótlag þar sem var með sem sagt höfuðkúpa og lærleggsbrot úr konu. Og hún hafði sem sagt verið hefur fengið höfuðhögg og sem hún hefur líklegast látist vegna höfuðhöggsins. Þannig að þetta er mjög skrítið og við vildum svona reyna að fá sem mestar upplýsingur á þetta, þannig að við sem sagt byrjuðum að því að fá C14 aldursgreiningar úr gryfjunni og sem sagt tókum 3 ég er að flytta mig, ég er að fyrir að sagt. Tókum 3 greiningar sem ég fáið sér rétt bráðum. Eins og ég segi, sem sagt, Seth Brewington gerði svona grunngreiningun á þessu, en það var ekki svona fullnaða greining og það er eitthvað sem við þurfum að fara í núna til þess að svona geta verið með alveg fullkomna túlkun á þessu eða eins fullkomna við getum. En sem sagt, þessi dýrabein þau bera merki sem sagt slátrun, sem það eru svona það sem kallast butchery marks, en það eru ekki merki að þau hafa verið í eldi. Það sem einkennir þetta, eins og ég segi, er aðalega þetta eru nýbornir kálfar, en aðrar skepnur og mjög mikið af hausbeinum, sem sagt kjálkar og beinur, sem sagt hausbein skepna. Og sem sagt sum þeirra bera merki veðrun og það á líka við kattarbeinin, ekki við konuna, sem bendir til þess að þau hafa einhvern tíma máls legið á yfirborði og veðrast í einhvern tíma áður en þau eru grafin niður. Það er hugsanlegt jafnvel að sem sagt
gryfjan hafi bara staðið opinn í einhvern tíma áður en lokað, þess að beinin hafi legið í gryfjunni og áður en sem sagt mokað yfir. Svo við förum í greininguna, þá erum við að horfa á þessar neðri 3 hér og þá það sem sagt konan, sem sagt höfuðkúpan sem við greindum, kötturinn og svo sem sagt kálfur, eða beinu kálfi sem lá í botni gryfjunnar. Og við sjáum að sem sagt konan greinist hérna á 9. öld og ekkert útilokað að hún eigi uppruna sinn úr einhverja kumlana og hún hafi verið sem sagt færð þarna yfir. En kötturinn, hann hérna svona í kringum 1000, seinni hluta 10., fyrri hluta 11. aldar. En kálfurinn, sem kannski líklegastur til þessi aldursgreina gjörningin, hann svona frá fyrri hluta 11. og fram á miðja 12. öld. Ef við ímyndum okkur að sem sagt matarleifarnar og kötturinn svona tímasetji þennan gjörning hvað best, þá skarast aldursgreiningin hérna með 1 ár, sem sagt 1125. Þannig að líklegast þetta að gerast þarna fyrir hluta 11. aldar, 12. aldar. Nú ég alveg týnd, já. Það mjög augljóst að þetta viljaverk. Þetta ekki, svona ekki að gerast óvart. Og svona aldursdreifingin, það að sé vera að velja nýborna kálfa, það að vera að velja út höfuðbein, að þá finnst okkur ekki, eða mér allavega, það ekki að ásaka hinum að hafa sko, að einhvers konar fórnir eiga sér stað þarna. Að það sé verið líklegast þetta gerast einhverjum ákveðnum ástíma og vera velja út ákveðnar skepnur sem verið að drepa og setja þarna í gryfjuna. Og hugsanlega þetta þá einhver tíma sem hvað þetta gerði sem þarna sem í rauninni hefur engan skilning á. Það ekkert líkt þessu sem hefur fundist áður. Það kannski svona aðeins þá hægt að horfa á aðra staði þar sem eru merki dýrafórnir fyrir utan auðvitað kumling sjálf, auðvitað hestarnir sem við erum að finna þar þeim hefur verið fórnað og lagðir í gröfina. Það engir hestar í þessari gröfju. Og þá auðvitað nærtækast að horfa til Hofsstaða sem auðvitað þarna 20 kilometra í norður frá Indriðastöðum. Og þar eins og alþjóð veit fundust 20 af högnir hérna nautgripahausar sem hefur verið notað að skreita skálan og svo þegar skálinn lagður af þá hefur sem sagt hefði kind verið fórnað og hræið lagt inn í sem sagt búrið áður en húsið fellt og sama tíma virðist hafa verið sem sagt hausarnir teknir saman og raðað margir hverjir inn í búrið. Þetta sem sagt aldursgreiningin á þessu bendir til þess að þetta sé að gerast á mjög svipuðum tíma og gryfjan á Indriðastöðum. Þannig að á sama tíma klárlega verið að færa einhvers konar fórnir þarna. Svona til að enda þetta, að þá aðeins að minnast á annan fórnarstað frá svipuðum tíma, Frösu sem í vatni við Östersund í Svíþjóð. Þar kringum upp á 1980 þar var verið að grafa upp undir gólfi á miðaldakirkju og þar sem sagt fundust leifar af sem sagt birkitré, sem sagt bara hérna neðsti hlutinn birkitré sem hefur staðið þarna. Það hefur verið hoggið niður og allt í kring voru sem sagt leifar af dýrum sem túlkað hafa verið sem fórnardýr. Það var reyndar töluvert af villidýrum, birnir og hirtir, en líka sem sagt hérna húsdýr og þá mikið einmitt þessi nýbornir eða kálfar og sérstaklega kálfar eitthvað af lömbum
og sem sagt þessi sömu merki að þeim hafi merki slátrun og merki veðrun og þetta hefur verið túlkað þeim þannig að sem sagt þessi dýr hafa, þessi bein hafa legið á yfirborði og að þetta tré sem sagt í kringum tréð og þetta hefur verið túlkað sem fórnarstaður inni í kirkjugarðinum eru 2 ógrafnir grafhaugar frá víkingöld og talið að sem sagt að líkindum hafa þeir verið fleiri en kirkjugarðurinn sem stendur sem þetta núna hafi afmáð ummerki hans og það þó að staðurinn sjálfur sé kannski ekki alveg eins, við erum ekki búin að finna tréð á Ingiríðarstöðum en við erum með þetta gerði sem er greinilega afmarkað eitthvað stað að þá virðast þessi 2 beinasöfn þó að vanti birnina á Ingiríðarstöðum ansi áþekk en ég ítreka það að þá eftir að gera alveg fullnaðar rannsóknir á beinunum og eftir að við fengum þessar niðurstöður þá er ætlum við að pressa það að láta gera það og ég hringi í Rúnar reglulega og dingla þessu fyrir framan yfir á hann já, þannig að það er sem sagt mín meining að þarna séum við með merki fórnarstað á Kumlateiknum á Ingiríðarstöðum og þá er ég bara búin